Komið sæl og verið velkomin í nýsköpunar ferðalagið á Norðurlandi. Ég heit Kolfinna og starfa sem ráðgjafi á sviði nýsköpunar hjá SSNV. Í dag ætlum við að bjóða ykkur með í ferðalag um Norðurland, þar sem við förum í heimsóknir í frumkvöðlasetur og aðra staði sem að bjóða frumkvöðlum og öðrum upp á aðstöðu og stuðning. Við fórum í heimsóknir á 9 staði víðsvegar á Norðurlandi og tókum upp stutt kynningarmyndbönd þar sem við ætlum að spila fyrir ykkur í dag. Við settum þetta upp sem kort og kortið verður aðgengilegt eftir að þessari upptöku lýkur á heimasíðunum okkar. En nú ættu það að sjá kortið. Við ætlum að byrja á Hvammstanga. Það er fyrsti áfangastaðurinn okkar og við kíktum í heimsókn í skrifstofusetrið Útibúið. Gjörið svo vel. Útibúið er skrifstofusetur á Hvammstanga í húsnæði Landsbankans á Höfðabraut 6. Þar er að finna aðstöðu fyrir frumkvöðla, fyrir þá sem vinna störf án staðsetningar og aðra einstaklinga sem þurfa vinnuaðstöðu til lengri eða skemmri tíma. Með setrunni verið að undirbúa jarðveginn og leggja drög að fjölgun starfa í landshlutanum. Útibúið er áhersluverkefni sóknaráætlunar Norðurlands vestra sem unnið er með stuðningi frá Landsbankanum. Aðstaðan er rúmgóð og björt í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Þá færum við okkur næst yfir á Blönduós. Þar fórum við heimsókn í textílmiðstöðina sem að opnaði nýlega Textíllab. Velkomin hérna í þetta rými. Þetta er sem sagt verður Textíllabið hjá okkur hérna í textílmiðstöðinni á Blönduósi og hérna verðum við með tækjabúnað sem við getum notað til þess að rannsaka alls konar tækifæri og möguleika í notkun á textíl. Uppleggið er kannski að einhverju leyti að reyna að endurlífga svona textíliðnað og færa hann upp í svona kannski nútímalegri búning með þessari nýju stafrænu tækni sem er svona kannski tengt bæði FabLabinu og svona er að koma til. Hérna inni verður sem sagt svona kennslurými og þar verður hægt að nota vinnuborð og vera með fyrirlestra og vera með bara svona vinnustofur. Og inni hérna svo seinna þá sjáum við sem sagt önnur tæki sem verða. Það eru vefstólar og nálaþæfingavél, hérna verður útsaumsvél, síðan verður við prjónavél seinna, það eru koma leysiskeirar, vínilskeirar, vínilprentarar og fleira sem hægt er að nota til þess að bæði þróa náttúrulega kannski sem sagt notkun á þá efnivið sem eru til hérna heima, hvernig við getum nýtt hann betur og þá sérstaklega ullinn og fatnaður sem að kannski textíl sem er hent, við hendum alveg gríðarlega miklu magni af textíl á ári á Íslandi og við þurfum að svona finna einhverja leið til þess að nota hann í búið til verðmæti úr honum og þetta er svona það rými sem á að gegna þeim tilgangi í raun og veru. En þetta verður opið rými þannig að hérna verða opnunartímar, hérna verða frumkvöðlar, hérna verða nemendur, fyrirtæki, atvinnulíf sem að mun koma til að nýta sér þetta, það er svona margt. Og við erum þátttakendur í stóru Evrópuverkefni, erum með mjög öfluga samstarfsaðila á sviði textíl sem eru komin langt í að þróa bæði stafræna textílinn og lífrænan textíl. Það er búið að leggja drög að samstarfi við Bíópól á Skagaströnd af því þar eru öll helstu tækin sem þarf í lífrænan textíl þegar til staðar, þannig að það er hægt að samnýta aðstöðuna þar. Það sem gerði okkur í rauninni kleift að koma núna Textíllabinu af stað er uppbyggingarstyrkur frá Innviðasjóði en við sóttum síðastliðið vor og fengum rúmar 17 milljónir í styrk til þess að aðlaga aðstöðuna og til tækjakaupa. Ég segi sko með þessum tækjabúnaði það náttúrulega fáum við tækifæri til þess að skoða annars konar nýtingarmöguleika á sem dæmi ullinni sem að í dag er mjög lítið notuð og hefur verið að minnka notkunin á henni og í mörgum tilfellum þá er henni bara seld hrá úr landi eða jafnvel ekkert gert við hana. Við eigum alveg gríðarlega mikið af sögu ullarnotkun á Íslandi, bara ullin hefur haldið okkur á lífi hérna í gegnum árþúsundið. En hérna er dæmi sem sagt eitthvað sem við vorum að leika okkur með úr nýrri vél sem væri ekki hægt hingað til. Og
Ég veit nú ekki hvort þetta eitthvað annað heldur en bara það sem það akkurat núna, sko. Ég veit ekki hvað verður hægt að nota þetta í, en þetta er eitthvað sem að við getum gert miklu meiri tilraunir, við getum prófað, við getum svona farið aðeins út fyrir það sem að við þekkjum. Með náttúrulega þessu samstarfi erlendis sem að við erum komin í. Þá deiltir í þekkingu og fengið reynslu og upplýsingar erlendis frá af því að þessi verkefni sem að við erum í samstarfi með Centrino. Þá skellum við okkur yfir á Skagaströnd, en þar að finna vörusmiðjuna Biopol sem stuðningur við matvælaframleiðendur. Þau eru með votta vinnslurými en einnig vefverslun og svo keyra þau Norðurland vestra með sölubíl og selja vörur frá smáframleiðendum. Vörusmiðjan Biopol votta vinnslurými fyrir smáframleiðendur og hér geta komið framleiðendur og framleitt sína vöru. Þannig að þeir geta bara mætt hérna og við erum með leyfi á þessu húsnæði og hér vinnslu skipt upp í tíma. Þannig að við leigjum þetta til smáframleiðenda. Í raun og veru getur hver sem komið inn, en ef að fólk að framleiða og setja á markað vöru, þá þurfa þeir einstaklingar að vera með framleiðsluleyfi. En einnig í lagi að koma hingað og framleiða fyrir sjálfan sig án þess að vera í raun og veru með leyfi. Sko, við ákváðum þegar við opnuðum hérna fyrir tæpum 5 árum síðan að skoða í raun og veru hvað markaðnum vantaði, í raun og veru neytendunum okkar. Við komumst að því að það var svolítið kjötmiðað og við byrjum að raun og veru að byggja upp smiðjuna með það í huga að aðstoða við það. Þannig að við erum í raun og veru með þessi tæki eins og sög, pylsusprautu og farsvél. Það mestmegnis unnið með kjötina og það bæði lambakjöt, ærkjöt, geitakjöt, fólátakjöt. Það hefur ekki verið stórgripir. Þannig að þetta stærsti hópurinn. Síðan einnig unnið með fisk og grænmeti. Við náttúrulega vitum aldrei hvað framleiðendurnir okkar að gera. Þannig að við reyndum að hafa tækin kannski í svona millistærð. Þannig að við erum svona mitt á milli, þau taka svona 15 kíló tækin hjá okkur og við erum til dæmis með vakúmvél sem náttúrulega æðisleg og frekar stór, farsvél og pylsusprautu sem algjör snilld og síðan erum við með sög, þannig að það hægt að saga heilu lambáskrokkana. Síðan þetta náttúrulega tæki sem algjör snilld því þetta reykofn og í raun og veru ætli að sé ekki núna í dag held ég eini staðurinn sem við getum komist í reykofn til þess að leigja. Við erum búin að halda námskeið, bæði stór fyrir bændur sem þá beint frá bíli. Námskeið, það var 80 stundar námskeið, héldum eitt á Sauðárkróki fyrir Skagafjörð og héldum síðan fyrir Austur og Vestur Hún. Það alveg frábært samstarf sem við höfum verið með farskólanum og Sauðárkróki. Verkefni sem við fórum á stað með seinasta sumar og fengum í raun og veru styrk til þess hjá SSNVAF. Bíllinn keyrir í raun og veru allt Norðurland vestra, allt frá Fljótum og yfir í Borðeyri og selur vörur frá smáframleiðendum á svæðinu. Og samhliða því að fara á stað með bíl þá fórum við á stað með netverslun í vörusmiðjunni Biopol. Og þetta tvennt hefur unnið mjög vel saman. Þannig að þetta verkefni hefur verið virkilega skemmtilegt og við erum bara farin á stað núna og munum blása í og gera eitthvað skemmtilegt núna í sumar. Næst fáum við að kynnast FabLabinu í Skagafirði, nánar sagt á Sauðárkróki. En það smiðja sem með ýmsum tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er. FabLab samfélagsverkefni, hugmyndafræði það að gera tækni, bæði framleiðslutækni og það líka bara að læra að hugbúna annað aðgengilega öllum. Sama á hvaða stétt þú kemur eða menntun eða hvað aldrei þú ert,
allir hafi kost á því að búa til það sem þeim langar til. Það svo ofboðslega mikilvægt að fá að vera Fab Lab, það að bjóða upp á þessa þjónustu. Það til gríðarlega mikið til af tæknismiðjum út allan heim. En það sem skilur henni að þessi þjónusta sem við erum að veita til í rauninni bæði skólakerfisins og svo bara almennings, frumkvöðla, iðnaðarmanna, hverja sem að telja sig hafa hag á því að koma og nýta sér það sem við erum fram að bjóða. Við ætlum bara að byrja á byrjuninni og ég ætla að kynna fyrir þetta nokkuð tæki sem eru mjög mikið notuð í frumkvöðlastarfseminni. Það til dæmis þessi hitapressa hérna, en við notum hana þegar við erum að vinna með textilvínil. Hann er unnin alveg svo aðrir límiðar, eins og við sjáum bara hérna upp á veggjanum hjá okkur. Þetta eru þessi límiðar sem við skerum bara í hefðbundin vínilskera, en hefur það einlega að við getum hitapressað á textil og þá til dæmis verið að búa til okkar eigin vöruhönnun eins og til dæmis á svona pokum. Það sem við erum líka að gera og hentar oft vel í prótótýpugerð er að búa til svona þrívíddarhluti. Þetta er gert með svona slicer-forriti sem er ókeypis og allt í Fab Lab er ókeypis. Öll forritin sem við erum að nota er þannig gerð að þú getur hlaðið niður eða sótt aðgang. Það á ekki að þurfa að kosta neitt að koma og nota það. Og þetta er hægt að gera í öllum stærðum og gerðum, af því við getum bæði verið að fara í svona litla hluti eða eins og fallega lambið mitt hérna. Þetta er gert í sama forriti og hérna er bara þrívídda mynd tekin og við getum þá skorið hana út í timbur. Við erum að hugsa hvernig við getum búið til afurðir sem eru betri fyrir okkur heldur en þetta almenna plast sem við erum að nota í dag. Þar á meðal er til dæmis það að búa til lífrænt plast. Þetta er til dæmis búið til úr gelatíni, þannig að þetta er 100% ætt. Þetta endist ekki eilífu, þetta er hvorki þolir mikið hita eða vatn, en samt kannski alveg nóg til þess að halda rúnstykki fersku í þessa 2 daga sem það má vera í sölu hvort þið er. Hér hefur við þrívíddarprentara sem er að vinna í PLA plast og núna erum við að búa til svona dekk. Við erum að fara af stað með verkefni þar sem við ætlum að leyfa í yngri kynslóðinni að spreyta sig að búa til rafknúin farartæki. Eða fyrir frumkvöðla og iðnaðarmenn sem að reyna að útbúa prótótýpur fyrir einhver hluti eða vantar varahluti inn í eitthvað sem er erfitt að fá eða dýrt að fá. Þá geta þeir komið hér í þennan prentara til þess að gera ódýra útgáfu af hlutnum, segja hvort teikningin er að virka, eru stærra hlutir í lagi, eru samsetningar í lagi og ef að það þeir eru komin á lendinguna sem þeir eru ánægðir með, þá eigum við annan þrívíddarprentara hérna sem getur boðið upp á betri gæði og meiri styrk. Það sem hægt er þá að fara og búa til varanlegan hlut. Hér erum við með laserinn okkar. Hann getur til dæmis verið að skera í krossvið, hann getur skorið í MDF. Plexíflötur, það hefur verið vinsælt að nota þær í alls konar, við getum fengið svo margbreytilegum litum. Svo getum við líka verið að nota þetta í að skera í gler, þar sem við getum bæði verið að fara í sléttafleti eða líka kringlóttafleti. Við höfum aukabúnað í hann, þannig að við getum verið að rastera á kringlóttafleti. Mjög vinsælt að koma og setja sérmerkingar á vatnsbrúsana sína. En svo líka í framleiðslu, þannig að ef fólk vil setja lógóin sín á glös, flöskur, brúsa eða eitthvað slíkt, öll prótótýpuvinna, hún er án gjalds. Þegar fólk er svo komið í framleiðslu, þá borgar bara leigu af vélinni og það á við öll tækin. Þetta var sem sagt Fab Labið á Króknum, en nú ætlum við að fara yfir Öxnadalsheiðina, yfir á Akureyri, en þar eru Matís með starfsstöðvar og við kíktum í heimsókn til þeirra. Starfsstöð Matís hérna á Akureyri er hérna í rannsóknarhúsi á Borgum og við erum í nánu samstarfi við Háskólann á Akureyri og aðrar stofnanir. Það er hægt að koma hérna og fá þjónustu í raun og veru hjá okkur. Það þarf að framkvæma mælingar, það þarf að tryggja matvæla öryggi vörunar, það þarf að hugsa pakkningar og ýmis svona leyfismál. Það er að koma upp gæðakerfi í vinnslunni, oft þarf að skala upp framleiðsluna. Þannig að það getur verið mikið eftir og við erum að fá til okkar í raun og veru verkefni á bara öllum stigum. Það getur verið aðili sem kemur til okkar með mjög ómótaða hugmynd, það sem vöruþróunin er öll eftir og síðan getum við fengið líka aðila sem eru bara tilbúin með vöru
en eiga eftir þessi lokaatriði sko, og að koma vörunni sett í bara söluhæft form og fá í raun og veru leyfi til þess að selja hana og framleiða. Í frumkvöðla starfi þá viljum við vinna mjög breitt sko, þannig að við erum að reyna að þjónusta frumkvöðla einstaklinga, sprota, jafnt sem sagt stærri fyrirtæki og rannsóknaraðila. Síðan erum við líka með á plani að stofna svona þróunarvettvang fyrir tæknilausnir. Þar sem að það eru þá hægt að koma saman aðilar sem tengjast matvælaiðnaði en eru með mismunandi sýn og áherslur. Það eru matvælaframleiðendur, það eru þróunaraðilar í tæknilausnum, það er háskólasamfélagið og rannsóknaraðilar og það sem við getum í raun og veru verið að hugsa tæknilausnir fyrir matvælaiðnað. Auka sjálfbærni og nýtingu og kannski líka að auka verðmætasköpun ekki bara tengdum matvælunum sjálfum, heldur vinnslu aðferðunum og tæknibúnaði þar í kring. Þetta ekki bara matvæli sem Matís að vinna með, heldur erum við að vinna með í raun og veru bara öll hráefni sem tengjast matvælaiðnaði og á Íslandi það náttúrulega sjávarútvegur mjög stór en við erum að horfa líka á hliðarafurðir og við köllum í raun og veru allt hliðarafurðir frekar en úrgang. Við viljum helst ekki nota það orð sko. Þannig að við erum að horfa á að fullnýta allt, já. Og það þarf ekki endilega að vera matvæli sem þú tekur og innbyrðir, heldur það getur verið þróun á kremi eða hverju sem öðru sem að hægt að skapa verðmæti úr. Við erum með höfuðstöðvar í Reykjavík en við erum sem sagt með starfsstöðvar á Neskaupstað, á Akureyri og á Ísafirði. Og það má segja kannski svona að hver starfsstöð hafi sinn fókus eftir í hvaða framleiðsla fer fram á svæðinu. Í næsta myndband ætlum við nú ekki að fara langt, við ætlum að kíkja í FabLabið á Akureyri. En FabLab-stöðurnar eru víðsvegar landið. Við ætlum að fá að sjá hvað þau eru að gera á Akureyri. Náttúrulega mikilvægast að mæta bara, skoða, kynna sér þetta og svo halda áfram að móta þessar hugmyndir. Frumkvöðla starfsemin til þess að komast áfram í henni náttúrulega mjög mikilvægt að móta prótótýpurnar sínar. Og þessar FabLab-stöðvar eru faktískt búnar til þess að fólk hafi aðgengi og geti mótað hugmyndina. Það gerist ekkert heimaði bara í tölvunni ef þú ert að hugsa að búa til einhvern fysiskan hlut. Kostnaðurinn við að nota aðgengi hérna enginn. En eina sem fólk þarf að borga fyrir efniskostnaðurinn sjálfur. Þannig ef að fólk kemur hérna og vill fá akrýlik eða plexigler og timburplötu eða eitthvað til að laserskera eða fræsa eða þrívítaprenta, þá það bara hvað efni kostaði sem þau borga fyrir. Það engin nauðsyn að vera búin að hanna eitthvað sérstaklega, heldur alltaf rosalega gott að koma, skoða aðstöðuna, sjá hvað í boði, hvað hefur verið gert og til þess að aðeins svona, já, heyrðu, kannski fer ég í þessa átt í staðinn fyrir að nota laserinn, þá nota ég fræsarann eða í staðinn fyrir að þrívítaprenta þá ætla ég að búa til mót. Það laserskurðarvélar, þrívítaprentara, fræsari, það eru rafeindafræsari og rafeindabúnaður, það eru örtölvur, það eru textílvélar eins og stafræn útsaumsvél og það vínilskeri, það sem hægt að gera lím með það og líka skera út fyrir fatnað, hitapressa fyrir það og svo náttúrulega líka mótefni og bara, já, maður gæti haldið áfram að nefna það sem í boði en svo bara hvernig maður úslar þessu öllu saman mikilvægasta. Þegar fólk kemur hérna þá þetta rosalega góður staður til þess að móta hugmyndirnar sínar og mikilvægasta aðstæðan í FabLab kaffistofan. Því
því þegar fólk byrjar að vinna í vélunum og eitthvað sér og svo hittir það einhver aðra mannesku sem líka að vinna í einhver öðru, þá allt í einu byrja þau að ræða og þá mótast einhverjar nýjar hugmyndir út frá því. Félagi minn, hann misti fingurinn sinn, og svo var hann að hugsa eitthvað, sá eitthvað á netinu og það var einhver búinn að 3D-prenta auka fingur og það flotta við þetta var að þetta var open source dæmi á netinu. Þannig að við gátum alveg downloada því og svo aðeins tvíka það til og þetta voru 7 mismunandi stykki sem voru 3D-prentuð, bæði gúmmí 3D-prent og hard 3D-prent. Og svo náðum við að gera þessa tengingu að búa til fingurinn með svo vírtengingu niður í náliðin og alltaf þegar hann hreyfði hendina svona þá fór fingurinn með, þannig að við byggum til virkan fingur. Ég held að aðar hugmyndin hans var að geta að spila á saxofón, ég veit ekki hverja, en ég sá hann notaði lyklaborðið þarna með þetta. Þetta kom alveg rosalega vel út. Já, það sannarlegt að gera hvað sem í Fab Labinu. En næst ætlum við yfir á Laugar. Þar matarskemman og það líka aðstaða til matvælaframleiðslu sem að frumkvöðlar og aðri getur nýtt sér. Þessi staður svona samfélagsverkefni þar sem að við ákváðum að reyna að koma upp vottari aðstöðu fyrir framleiðendur í héraði til þess að geta komið með framleiðslu sína á einhvern einn stað og þróað hana og gert tilraunir með eitthvað nýtt og á þess að þurfa að byggja upp aðstöðu heima hjá sér, skiljiði, til þess að fá þetta vottaða umhverfi. Ef þú vilt þróa framleiðslu þína, þá ekki nóg bara að slátra dýrinu og skera það. Þú þarft að vinna eitthvað úr því, þú þarft að gera framleiðsluna þína neytendavæna, þú þarft að mæta einhverju eftirspurn sem fyrir hendi, þú þarft að markaðsetja. Þetta alveg flókið ferli, en ef þú vilt auka verðmætin í framleiðslunni, þá þarftu kannski að leggja á þig örlítið meira handverk og það var hugsunin á bak við þetta að gera. Þetta væri svona handverks matargerð sem gæti aukið verðmæti framleiðslunar í héraði. Eitt af því sem við höfum gert hérna, við höfum verið með námskeiðahald alveg frá úrbeiningu yfir í pategerð og sultugerð og ýmislegt. Þá gerist þetta að það kemur fólk með svipað áhugasvið saman og þróar vöruna sína, kastar á milli sín hugmyndum og prófar sig áfram. Og það auðvitað spennandi að hafa umhverfið þar sem að þú getur gert það. Fólk vill vita hvaðan kemur þetta sem ég að borða, hvernig það framleitt og hvernig það meðhöndlað og kolvetnissporið og svo framvegis og svo framvegis. Það meiri og meiri eftirspurn eftir því að varan sé framleidd með vistvænum hætti eða umhverfisvænum hætti og beint frá bíli vaxandi og nýjast í því auðvitað ný reglugerð heimaslátrun sem að landbúnaðarráðherra var að kynna til sögunar bara á dögunum. Við langar til þess að gera eitthvað nýtt úr framleiðslunni þinni, eitthvað sem ekki hefur gert áður. Þá getur þú komið hér og prófa þig áfram. Og ef það tekst hjá þér vel, þá er svo enginn sem segir að þú þurfir að framleiða það alltaf í þessu umhverfi, en hér getur þú verið og þróa þig aðeins áfram í einhverjum nýjungum í framleiðslu. En lífið auðvitað ekki bara kjöt, heldur það líka jurtir og ber. Og hér kemur fólk inn með og gerir sulturnar sínar, súpur hafa verið framleiddar hér, þurrkuð krydd og svo framvegis og framvegis. Þannig við þurfum ekki bara að hugsa kjöt, þó að umhverfið hafi verið dálítið unnið út frá því af því að það megin framleiðslan á svæðinu skiljum, í kjöti. Þannig að, en þetta snýst alls ekki það, heldur bara hvað þú vilt gera úr auðlindum umhverfisins, hverju sinni. Ef þú ert í þeim hugleiðingum að þér langar til að framleiða einhverja vöru úr einhverju í umhverfið þínu eða vilt framleiða osta eða eitthvað slíkt, þá bara spurning að hafa samband við okkur. Einfaldast að gera það bara í gegnum Þingeyjarsveit, að hafa samband við okkur og
fá leiðbeiningar það hvernig þú berð þig að ef þú talar við ókunnug. Þetta bara svona svæði þar sem þú getur komið og gert hugmyndir að veruleika og gert mistök á þess að þurfa fyrst að leggja í einhvern óheyrilegan kostnað við að koma þér upp aðstöðu. Þá förum við næst yfir á Húsavík, en þar ætlum við að kíkja heimsókn í nýsköpunarsetrið Hraðið. En þar verið að skapa aðstöðu umhverfið til að rækta frumkvöðlastarf. Við ætlum að vera með svona grunnjarðveg fyrir frumkvöðul sem kemur og setur niður fræin sín hjá okkur. Það svona hugmyndin. Við erum stödd hérna á Hafnarstéttinni, í kjallaranum á neðri hæðinni á Hvalasafni, eins og er. Við erum í rosalega spennandi þróunarverkefni sem felst í því að byggja upp nýsköpunarsetur, svona frumkvöðla aðstöðu á Húsavík, og það sem að verður hér er FabLab, tæknismiðja. Það verður aðstaða fyrir frumkvöðla og það sem að vinna á nýsköpunarverkefnum. Þannig að aðstaðan okkar taki á móti frumkvöðlum með opnum örmum. Við gerum ráð fyrir því að geta opnað hér frumkvöðla aðstöðu fullbúna, við skulum segja haustið 2021. Það sem við erum að hugsa er svona í rauninni grunnaðstaða fyrir fólk sem vinnandi með sínar hugmyndir og ætlar að koma þeim til framkvæmda. Og það náttúrulega í fyrsta lagi má ekki vanmeta bara einfaldlega það að geta verið með góða skrifstofu aðstöðu, þar að segja bara borð til að standa eða setja við og vinna sína hugmynd í frjóu umhverfi. Þannig að við munum auðvitað gæta þess að hafa gott rými fyrir einstaklinga, hvort sem þú ert að skrifa bók eða vinna í FabLab-smiðju að einhverju þróunarverkefni. En svo ætlum við að leggja áherslu á að vera með þessa grunntækjabúnað og það sem að þarf í FabLab-smiðjunum. Síðast en ekki síst einfaldlega að taka þátt í þeirri vinnustöðakommúnu sem myndast. Það er eitt af mikilvægast í þessu veldi, það er að mynda kjarna sem að býr til frjóan vinnustað þar sem að fólk kemur og fær næringu við sína skapandi vinnu. Þetta verður nærri 1000 fermetrum sem við munum hafa og við munum nýta þá fermetra alveg upp. Við sjáum það strax þar sem við erum að vinna með arkitekt í verkefninu að þeir verða vel nýttir en munum samt duga okkur bara vel. Hér verða náttúrulega kjöraðstæður til þess að staðsetja bara fólk sem að vinna störf án staðsetningar. Það er að segja fólk sem að vinna með hugmyndir, að vinna með vitinu eins og ég segi stundum. Og þarf bara aðstöðu, þarf næringu, þarf jarðveg og þá geta gulræturnar sprottið upp úr því. En ég get ekki sagt núna hverjar gulræturnar verða. Já, það er gaman að segja frá því að það er eitt af því sem arkitektan okkar, hún Arnhildur, sem er búin að vinna með þetta með okkur. Hún hefur sýnt okkur fram á að hún setti svona sólarmódel hérna og sýnir okkur að það er alltaf sól í þessu porti okkar hérna. Þannig að við gerum ráð fyrir því að það veri sólríkt og skjólgott að sitja hér og nærast eða andlega eða líkamlega á meðan að fólk þvælist hér og þetta er gott fyrir frumkvöðlana okkar að geta tölt hérna út og notið sólarinnar. Ef ég væri frumkvöðl myndi ég hafa samband við þekkingarnettinga. Ég geti líka haft samband við SSNE eða þá sem að vinna í þessu stoðkerfi þekkingarsamfélagsins. Mér finnst bara orðið ágætt að gera ekkert allt og mikil skil á milli þessara stofnana. Hafa samband og segja hér er ég með mína hugmynd og mér langar að vinna hana hjá ykkur. Og þér er þið vel tekið, það er alveg ljóst. Það verður gaman að fylgjast með þessu. En síðast en ekki síst er Gígur sem er staðsett í Mývatnssveit. Útsýnið er eiginlega fullkomið, algjörlega, fyrir allt þetta út af því að það er líka bara svo hvetjandi að vera í útsýni eins og þessu. Það er bara ómótstæðilegt, það er frábært að geta vunnið við svona þegar maður bara lappar út og fær innblástur með því að líta út úr gluggann. Við erum komin í Hótel Gíg sem er ekki lengur hótel en er í svona breytingaferli. Þetta var barnaskóli þannig að þetta er búið að vera ýmislegt og núna ætlar þetta að vera gestastofa og skrifstofurými fyrir grunninn 4 stofnanir ríkisins. Því að ríki kaupir bygginguna og það eru Vatnajökulsþjóðgarður, Umhverfisstofnun, Rannsóknarmiðstöð Mývatns og Landgræðslan. En í þessu verða fyrirferðarmiðstöðir Umhverfisstofnun og Vatnajökulsþjóðgarð sem munu þá
halda utan þennan rekstur gestastofunar. Svo svona skemmtileg vinkill út, þetta mikið rými og þetta miklu stærra heldur en aðrar ríkisstofnanir hafi fengið til þess að gera gestastofu og skrifstofurými út á landi. Þannig að við erum svona vonast til þess að geta hleypt fleirum inn að verkefninu og við erum með skrifstofurými þá fyrir utanaðkomandi aðila sem að byggist á vonandi mikið á vísindum, nýsköpun, umhverfisvitund, sjálfbærni og samþekkingu allra. Þannig að verði eitthvað svona skapandi í gangi. Ríkið stofnanirnar sem verða þetta undir, þær eru allar undir umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og við byggjum náttúrulega alla okkar starfsemi rosalega mikið á umhverfisvitund og sjálfbærni og þar af leiðandi verður sett það inn í allt starfið. Þannig að þeir sem koma hér inn, þeir eiga helst að vera að vinna verkefnum sem að tengjast í og geta þá bætt umhverfið og stuðla meiri sjálfbærni. Þannig að þetta verður svona megin vinkillinn og vonandi getum við öll grætt að hvert öðru. Það verður svona eiginlega markmiðið með þessu, að við getum öll unnið einhvern veginn saman. Hjá ríkisstofnunum sem eru hérna, það er mikil rannsókn að vinna í gangi. Þannig að bæði utanaðkomandi sem eru að koma inn á svæði okkur og bara sem að við erum líka svo sem að stunda þær stofnanir sem eru hér. Þannig að það er bara ýmislegt í gangi nú þegar og vonandi getum við búið til aðeins meiri og sterkari grundvöll fyrir það. Og þetta er kannski svolítið einstakt tækifæri sem við fáum hér með því að geta hleypt fleirum að stofnunum í gegnum vonandi þessi skrifstofurými og svoleiðis. Rýmið er ennþá í mótun og þannig að við höfum ennþá svolítið möguleika á því að hanna og við erum alltaf að koma af stað svona 9 og 9 en uppleggið verður þannig að það verður skrifstofurýmin verða á nokkrum stöðum í húsinu en það verður alltaf sett markmið að því að reyna að sameina þannig að það verður alltaf einhver grundvöllur fyrir að fólk komi saman frá mismunandi stofnunum, frá einkaaðilum, frá stökum einstaklingum. Þannig að það á einn einstaklingur að geta komið inn og hann situr ekki bara við sitt skrifborð og talar ekki við neinn. Og það því að kaffistofan til dæmis við settum strax athugasemd það, við vildum að kaffistofan væri ein og sér stór þannig að fólk færi inn á kaffistofan og hittist. Hver og eini stakur einstaklingur sem hefur hugmynd ef það gengur upp að við getum skaffað hér nógu mikið skrifstofurými. Hann getur komið inn með einhverja hugmynd en líka blandað og svona varpað sínum hugmyndum á aðra í aðstöðinni eins og bara ríkisstofnanirnar. Draumurinn hér er náttúrulega eiginlega að verði svona einhvern rót samvinnu og samvinnurými okkar ríkisstofnunar sem að sitjum hér inni en líka þá annara sem koma inni og við getum einhvern veginn grætt öll á hvort öðru og hjálpa staðið að auka sjálfbærni í samfélaginu og umhverfisvitund allra í kringum okkur. Þá er þessu ferðalagi lokið hjá okkur í dag. En við vonum að þetta að opna augu einhverja sem geta mögulega nýtt sér þessar aðstöður. En kortið mun lifa áfram á heimasíðum samtakanna á ssnvath.is og ssne.is. Ég þakka fyrir í dag og ég minni á hádegisstreymi sem verður á mánudaginn klukkan 12. Þá fáum við til okkar góða gesti sem ætla að fjalla nýsköpun í menningarmálum á Norðurlandi. Takk fyrir og bless.